Í dag ætla ég að nýta flugu sem hefur gefið mér fína veiði í vötnunum hér á Suðurlandinu og gengur undir nafninu Holy Grail og held hún komið upphaflega frá Bandaríkjunum en hún hefur ekki verið mikið notuð hér á Íslandi en virkar mjög vel. Nú við erum með gröbberkrók nr. 10 og koparkúlu sem er 3,3 millimetrar. Það mætti alveg nota tungsten í þessa flugu, tungstenkúlu og eða þá hjálpa þyngingunni að þyngja aðeins meira segja með blývafningum hérna inn í fyrir aftan kúluna en við ætlum að láta brassið duga í þetta skipti. Og við byrjum á að festa þráðinn niður. Vöfinn sem við ætlum að nota í þessa flugu er mælartinsel og þetta lætur ekki mikið yfir sér svona á spólunni en þegar þetta er komið undir vatnsyfirborðið og sólargeislanir skína á þetta þá verður þetta ansi skemmtilegt. Búkurinn ætlum við að hafa úr íkorna, gráum íkorna. Vefjum hann fram og það er eins með þessa flugu eins og aðrar að það má gera hana á marga vegu, marga liti, þess að nota marga liti og það er engin ein regla þannig séð en formið á henni er hins vegar alltaf eins. Þetta er svona örlítil vísun í ölmurún þessi fluga. Það er að segja að við skiljum eftir nokkra millimetra fyrir framan kúluna til þess að eiga inni. Örlítið meira. Svona, þá vefjum við tinselið fram. Stundum er þetta bara svona. Svona. Nú vænghúsið og í þessar flugu er úr fesanteil, náttúrulegum og við tökum nokkra fanir af fjöðrinni, svo 10 eða 12 fanir eða svo. Nýtum það niður. Reynum að stilla þær af þannig að þær séu beint ofan á króknum.
Nú þóraxinn, þar að segja efnið undir fesantil, má vera úr hverju sem og jafnvel sniðugt að leika sér með einhverja lítið þar. En við ætlum eins og að hafa þetta mjög einfalt og hafa íkorna í því líka. Lítið meira. Svona, þá hnýtum við hnút hérna. Og klippum þráðinn. Og skiptum lit. Við ætlum að hafa hausinn af þessari flugu svona skærgræna eða chartreuse eins og það heitir víst upp á enskuna. Stundum ágætt að setja smá tonnatak hérna og þrýsta kúlunni eins fast að maður getur og halda í smá stund þannig að hún stoppi. Það gerir svona hausinn og það sem á eftir kemur örlítið þægilegra í vinnslu. Og við drögum fesantil fjaðrirnar fram, festum það niður. Svona. Þá má að sjálfsögðu nota hvað sem í vænghúsið og tinsel ágætis efni til að nota, það verður nú svona lítið meira diskó. Nú viljum að nota fjöður í vöf og það English partridge og fjaðrirnar eru svona. Í þessum pökkum eru mjög mismunandi fjaðrir og þessi pakkar eru mjög mismunandi í gæðum og hef ég jafnvel staðið með að því að sortera úr þessum pökkum ríflega helming sem hefur farið beint í ruslið. Þetta svolítið hapaklappa og mæli ég sterklega með að kaupa heilan ham frekar en að vera vesenast með þessa pakka. Og við verkum fjöðruna þannig að hún verði svona, lítið svona út, drögum fanirnar aftur og skiljum eftir smá af toppnum. Hnýtum við niður. Nú það ágætt að nota fjaðurklemmuna, góðu. Hún lítur svona út. Þá klemmum við stilkinn inn í klemmuna. Og áður en við byrjum að vefja ágætt að bleita fingurna örlítið og draga fanirnar aftur.
þess að það var ekki ofast þetta á það til að renna til. Svo vefjum við og reynum að sjá til þess að það myndist ekki snúningur á fjöðrunni. Tveir til þrír snúningar feiki nóg. Og festu við fjöðruna niður. Klippum stilkinn í burtu. Drögum faðmyndan aftur. Og snýrtum þetta aðeins til hjá okkur. Svona. Það var hnúturinn. Já, þetta stundum svona. Þá reynir maður bara aftur þegar þetta gerist og látum ekki deigan síga. Þær vilja koma með fanirnar. Það í sjálfu sér ekki hrikalegt en það er ágætt að reyna að komast hjá því. Nú það er eins við þessa flugu eins og margar aðrar sem maður nýtir með þessari hringfjöður hérna, þessari fjöður sem við notum í vöfin. Það líta ekkert sérlega vel út svona í þvingunni sjálfri en þegar þær eru búin að blotna dálítið og líta þær dálítið betur út. Það það sem að skiptir máli. Ég er með flugu hérna sem að ég var búinn að nýta. Og hún er svona. Fjöðurinn leggst aftur og myndar ansi girnilegan búk. En þá var þessari flugu lokið. Tilbúin í boxið. Takk fyrir mig.